mér finnst mjög mikið tilhneiging til þess að, eins og við hefum nefnt áður í þessum þætti að láta eins og heimurinn hafi ekkert breyst. Láta eða gera lítið úr hvaða svona beinu og óbeinu öryggistryggingar. Jafnvel þó að Evrópusambandið sé sannarlega ekki með her og muni ekki setja upp her, þá það einhvern veginn aðal umræðan. En það snýst náttúrulega ekki það, sko. Nei, þetta snýst bara að vera við borðið alla daga og hafa þannig í raun áhrif á niðurstöður í mjög mörgum málum. Þannig að það mynda svona eitthvað gagnkvæmni og gagnkvæmir hagsmunir, en líka bara prinsippmáli fyrir Evrópusambandið hvort að svona mál varði aðildaríki eða nátengt ríki utan sambandsins augljóslega bara mjög mikið. Fólk getur haft ólíka skoðanir á því hvar við eigum heima og hvað mun virka og hvað ekki og svona, en þú heyrir alltaf fleiri og fleiri raddir sem hafa bara raunverulegar áhyggjur af því hvernig Bandaríkin myndu bregðast við, hvar ætla þau að staðsetja sig ef á reynir, með hverjum eru þau í liði eftir mismunandi einhverjum sviðsmyndum og hagsmunum og svona. Góðan daginn og velkomin í Flekaskil. Við erum hér með þátt 11. Ég heiti Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Og ég heiti Dagur B. Eggertsson. Og þetta framhald af sumarútgáfu Flekaskila í þessari bongoblíðu sem að... Guð blessi þetta veður. Já. Þvílíka land sem þetta þegar það gefur okkur svona sól og blíðu og lofthita yfir 10 gráður. Já. Guðdómlegt. Já, þetta æðislegt. Þetta mótvægi við svartsýnstali okkar. Við bjóðum ekki upp á meiri gleði en veðrið og stemminguna. Einmitt, sko, en ég var búin að undirstinga þig aðeins fyrir þennan þátt að veita okkur innsýn í þitt nýja líf eftir að þú stegst af Alþingi og alls konar áhugaverðir hluti komu upp. Já, það er svolítið fyndið. Fólk stundum að spyrja, þú veist, hvað ég að gera og eitthvað. Auðvitað ég ekki það ég ætla að fara að fjalla það í löngu máli, en auðvitað maður undirbúa bara flutninga og það alls konar sem fylgir því. Pappirsvinna og undirbúningur og finna skóla og pakka og allt það. En ég nú ennþá bara nokkuð upptökin í alls konar verkefnum. Og eitt af því að ég var nýlega tekin inn í svona ráðgjafaráð hjá ECFR sem European Council for Foreign Relations og bara mjög virt hugvita með sérstaka áherslu á Evrópu almennt og í ráðgjafaráðinu ég veit ekki, 250 manns eða eitthvað, en þau voru með svona borðæfingu í París fyrir nokkrum dögum síðan. Og við vorum svona 45 kannski sem að tókum þátt í þessar borðæfingu. Borðæfing, það svona eins og í almannavörnum? Í rauninni, já. Svona raunhættu verkefni, svona hlutverkaleikur og það sett fyrir raunhættu verkefni og svo bara fer atburðarásin af stað og henni vindur bara fram eftir því hvað ákvarðanir eru teknar þú veist, í live, eða þú veist, bara í rauntíma þegar þú tekur ákvarðanir. Og þetta var auðvitað á ensku wargaming exercise og þetta mjög algengt og þú veist, allir gera þetta og ég meina hér gerum við þetta þegar kemur að almannavörnum og ég held að það örugglega alveg stofnanir hér sem gerir þetta í öðru líka og kannski meira núna heldur en áður og væri alveg áhugavert að fjalla frekar slíka borðæfingar, en við þurfum fyrst að fá staðfest hvers konar æfingar hafa verið haldnar og hvort að megi fjallum þær, en ég var eins heyrt af svona 9 tegundum af borðæfingum heima sem að ég held að væri alveg þess virði að ræða einhvern tímann hér, en þessi borðæfing, þess að flestir sem voru þarna hafa farið í gegnum svona æfingu áður, einhverjir höfðu ekki gert það, þannig að fyrir mér var þetta svona æfingi að fara í æfingu og ég var alveg svona sem maður hefur mjög gott að þegar maður svona pínu stressaður fyrir ykkur sem að gera í fyrsta sinn, að maður sé ennþá að, þú veist, stíga inn í slíkar aðstæður og þetta gekk sem sagt út af það að við vorum mismunandi svona lið og ég var hluti af Danmörku og ég var að leika utanríkisráðherra Danmörkur, þannig að það var danslið, það var pólskt teymi, rússneskt teymi, bandarískt teymi og svo fulltrúar frá NATO og fulltrúar frá Evrópusambandinu og það sem að við fáum fyrir áður en æfingin hefst að þá það bara svona smá svona raunhætt verkefni, bara svona atburðarás og lýsingar á því hverjir eru að taka þátt, sem sagt hvað hlutverk eru að taka þátt. Þið vitið ekkert fyrir þeir komið á staðinn? Nei, í raun ekki annað en að þessi æfing, tíminn var janúar 2027
og það sem að við fengum alveg yfirlit yfir, þú veist, og það stóð alveg sérstaklega, ekki berjast gegn því sem við erum að segja, heldur bara tileikingur það að þetta sé raunveruleikinn. Og þá er raunveruleikinn, þú veist, sá að ég meina Kína fylgist með og er svona virðist vera stöðugur einhvern veginn partner í þessu öllu saman og eitthvað, og það er ennþá ekki búið að leysa úr Íransstríði. Það er ennþá sko stríð í Úkraínu og bara svona svolítið svipað eins og kannski er í dag. Það er búið að stigmagnast áform Bandaríkjamanna gagnvart Grænlandi og konungsveldinu Danmörku, og það sem að við fengum líka að vita var að það yrði gerð árás á svona LNG framleiðslu í Pólandi. Og síðan þegar opnar fyrir borðaðinguna þá opnast, þú skráir þig inn á svona svæði og þar ertu með þinn tölvupóst. Þú ert með, í staðin fyrir X að þá héta Chirp, sem er svona eins og bara Twitter eða þannig. Það var svona gerfi Bloomberg, gerfi Politico og þar koma þá inn, þú veist, fréttir bara sem að bætast inn, þannig að þú þarft að lesa þar líka. Og inn á X eða inn á Chirp að þá koma, þú veist, yfirlýsingar frá ólíkum leiðtogum. En inn í þetta spilast, þú veist, það er upplýsingar svona árás í rauninni, falsfréttir, þú veist, upplýsingar óreiða frá Bandaríkjunum. Til dæmis að þú veist forsetinn hafi átt frábæran fund með Ursulu von der Leyen og þau hafi sammælst hvernig Bandaríkin ætlaðu að taka yfir Grænland og eitthvað sem átti sér ekki stóð í raunveruleikanum, þú veist, og hvernig bregstu við og svona. Og það sem að mér fannst mjög áhugavert í þessu var að sko kaotíkin sem auðvitað bara myndast og mun alltaf gerast alveg örugglega, þú veist, ekki óháð því en sama hversu vel undirbúin við værum að þá var það bara það sem gerist í svona aðstæðum. Og við vorum til að mynda einum tímapunkti að fjalla hver eiga viðbrögð okkar að vera á þessu Chirp eða á X þegar að, þú veist, Macron hafði sagt eitthvað, Sánchez hafði sagt eitthvað, forseti Frakklands, forsætisráðherra Spánar, þú veist, það var að fara að kalla eftir því hver er línan frá Danmörku, þú veist, hver á að setja hann út, er það ég sem utanríkisráðherra, er það forsætisráðherra Danmörkur, og við ég átti ekki að leika hvernig ég myndi bregðast við, heldur hvernig ég teldi utanríkisráðherra Danmörkur myndi bregðast við. Þannig að auðvitað hugsa maður þá tilbaka hvernig var staðan í janúar. Ég meina, þú veist, hvað sagði Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur þá, hvenær steig hún fram, hvenær gerði hún það ekki, hvenær var það Lars Løkke sem að, þú veist, kom út með skilaboð og svo framvegis. Og í okkar teymi varstu sérst með ég og með minn pólitíska aðstoðarmann, það var forsætisráðherra, þjóðaröryggisráðgjafi hans, það var yfirmaður, svona hermála fulltrúi, það var þjóðaröryggisráðgjafi frá Grænlandi. Og það sem gerðist var að þegar að Bandaríkin voru að stigmagna og vildu gerðu kröfum fyrst að fá viðurkennt fullveldi yfir ákveðnum svæðum þar sem þeir væru að byggja upp að opna nýju herstöðvar og svona. Og svo hélt það áfram að þeir vildu bara fá algjört fullveldis viðurkenningu á bara landinu í heild sinni. Og meðan að, þú veist, sú dilemma var í gangi og samtal og eitthvað, að þá var þessi árásgerð á LNG stöð í Pólandi. Sem þýddi þá, þú veist, þá ferðu Evrópa þyrfti á Bandaríkjamönnum að halda. Já, og þá rataði þetta bæði málin inn í NATO með ólíkum hætti þó. Bandaríkin vildu halda þessum skoðanaskiptum og vandamáli varðandi Grænland sem bara tvíhliða vandamáli. Svo bara þetta á ekki heima inn á NATO, þetta er bara á milli okkar Bandaríkjamanna og konungsveldsins Danmerkur. Og svo var umræðan þú veist, er þetta 4. grein, það sem úrst að kalla eftir, þú veist, viðbröðum og samráði, hvenar átt að virkja 5. grein eða virkjast hún yfir höfuð. Við til dæmis byggðum upp það sem að Danir leiddu svona coalition of the willing eða bandalag svona viljur að þjóða til þess að byggja upp einhverja varnargetu á Grænlandi og lönd fóru að taka þátt í því. Helstu svona nágrannaríki, vinir, bandamenn. Svo þróast það yfir í það að það var leitað til E3 sem eru þá Þýskaland, Bretland og Frakkland. Og þegar þau þá tóku rauninni við að leiða þetta bandalag viljuðu þjóða á Grænlandi af Dönum, að þá er komin meiri þungi í það. Og svo ertu með, þú veist, svo sit ég sem utanríkisráðherra Danmerkur, þú veist, það eru fundir í NATO, það eru fundir innan utanríkisráðherra
ráðs innan Evrópusambandsins. Svo aðri fundir sem ég sit þá ekki, þessum þá, þú veist, framkvæmdastjórn, ESB og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að sá sem að leika til að mynda framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins, hann þarf að valda, þú veist, þessari spennu á milli mismunandi ríkja og hvernig gerur það og þú leitar ykkur á málamiðlana og það búið að gefa ykkur dagskrá og svo mótmæla Bandaríkin og svo framvegis og framvegis. Þannig að þetta var ótrúlega lærdómsríkt og áhugavert og eiginlega situr maður eftir með sko fleiri spurningar heldur en svör. Og alls konar, þú veist, áhyggjur en líka bara einhvern veginn hugsaði ég, þú veist, svona þetta örugglega, þú ekki nákvæmlega svona en þú veist, svona þessar aðstæður einhvern veginn og þessi þú veist, hvað rétt að gera einhvern veginn í mismunandi aðstæðum. En það eitt í sjálfu sér segir náttúrulega dálítið mikla sögu að borðæfingin svona snýst ekki bara að bregðast við einhvern veginn ögrun eða ógnun frá Rússlandi eða einhverjum öðrum heldur sko verið að svona láta reyna á bara hvort að stofnanakerfið, alþjóðlega stofnanakerfið og bara NATO og Evrópusambandið og svona virki þegar að Bandaríkin í hlut og svona og það þetta raunverulegt, kannski sérstaklega fyrir utanríkisráðherra Danmerkur og Dani þó að mér hefur fundist mjög áberandi hvort sem það í NATO-þinginu eða bara svona alþjóðlega að Danir hafa ekki mikið vilja hafa þetta á dagskrá? Nei, og þess vegna, ég meina við áttum til dæmis alveg samtal það í þessari atburðarás, þú veist, hversu ögrandi áttu við að vera, hversu mikið áttu við að opinbera hver staður umverulega var, þú veist, upphátt og hvað þið áttu við að vera að reyna, ég meina, þú veist, ég var að vinna í því að fá fund með Rubio til þess að ræða þetta og svo var hann settur á og meðan að hann var planaður og þá vorum við ekki að setja ákveðna hluti inn í Atlantshafsbandalagið til, þú veist, einhver samráðs. Svo bakkar hann út úr því að vilja halda þennan fund í þessum leik af því að við vorum ekki tilbúin að viðurkenna fullveldi Bandaríkjamanna á Grænlandi og hvað áhrif hefur það, þú veist, og þannig að þetta og það líka alveg áhugavert að sko, þú veist, margt, auðvitað þetta ekki fullkomin leikur, ég meina við til dæmis vorum með tölvur og síma allan tíman, þú veist, og ég benda á ég sagði, þú situr ráðherra nefnd að fundi í NATO og þú ert ekki með síma og þú ert ekki með tölvu, þannig að þú veist ekkert ef það gerst eitthvað meðan að fundi stendur þá bara gerist þá meðan að fundi stendur og fyrir þeirra fastafulltrúar Atlantshafsbandalagsins sitja á fundi, þá taka þeir ekki nýja ákvörðun út frá sinni eigin dómgrind á þess að eiga samráð við höfuðborgina fyrst. Þannig að þú veist, þetta er ekki fullkomið en þetta er auðvitað mjög viðurkennt og svona mikilvæg leið til þess að átta sig og svo gerð eitthvað svona samantekt úr þessu og eitthvað. Og það sem að til dæmis kom í ljós að þú veist, þegar við erum svona upptekinn á því að bregðast við og hvert af öðru og eitthvað að þá meðan eru bara Rússar að gera það sem þeir eru að gera sko og þeir svona voru frekar óreittir einhvern veginn í gegnum þessa atburðarás sem að líka, þú veist, fékk mann til að hugsa bara já, þú veist, það er svo margt að hugsa og þú hefur svo skamman tíma til þess að þú veist, taka ákvörðun meðan þú ert einhvern veginn að ræða eitthvað orðalag fyrir einhverja yfirlýsingu og þá kannski gerist eitthvað annað á meðan, þú veist, þá klippt á streng frá Bandaríkjunum til Evrópu, sem til Írlands. Þú veist, hvað áhrif hefur það og svo getur allt í einhver stigmögnun á sér stað og miskilningur þegar komið einhver svona spenna ástand, ekki það sé endilega ætlunin að eitthvað gerist, heldur bara þegar það er ekki nægilegt talsamband eða þegar að þú veist, fólk er á ólíkum stöðum og alls konar fundum að þá allt í einu gerist eitthvað og svo framvegis. Þannig að þetta er þetta er eitt af því sem ég hugsa að því ég veit að við gerum þetta á ákveðnu sviði, en við gerum þetta ekki í þessu og við ættum að byggja upp eitthvað svona getu og þekkingu einhvern veginn í þessu á Íslandi og það sem var, ég var alveg smá svona, ég var alveg meðvituð að þú veist, ég væri ekki nægilega sterk á svellinu einhvern veginn í þessum Evrópu svona sambands skipurritu öllu saman, þú veist, það eru mismunandi stofnanir, ráð, ákvarðantakarnir, þú veist, hún á heima á mismunandi stöðum, það eru alls konar verkfæri, þú veist, einhver tól og eitthvað og sumt af þessu hefur kannski ýmist bara ekki verið notað eða mjög lítið notað, þannig að ég var eitthvað svona aðeins lítið í mér eitthvað einhvern veginn að vera ekki nægilega klók í þessu en svo kom í ljós að þú veist, fulltrúar frá öðrum löndum sem eru sannarlega í Evrópusambandinu og vinnalega með þetta, það var líka svolítið svona fólk aðeins svona týnt í því bara, þú veist, er þetta framkvæmdastjórnarinn að ræða, er þetta utanríkisráðherrarnir,
þú veist, hver stigmögnunin, þú veist, það ákvæð sem við höfum áður fjallað hérna grein 42.7 þú veist, sameiginlega varnir þegar ráðist á eitthvað, það meiri stigmögnun að virkja hana heldur en að virkja hérna, sem ég bara afsaka, ég veit ekki íslenska heiti yfir anti-coercion instrument sem að þýrurinn eða svona svolítið efnaðslega fallbyssan, já, basúkan sem þú veist, bara svona eitthvað svona bara efnaðslega og það var til dæmis rætt efnaðslegt kjarnorkuvopn í formi bara viðskipta og það var til dæmis rætt, þú veist, heyrðu býtu eigum við hérna stoppa fríverslunarsamningin sem var gerður varðandi tollana, þú veist, eigum við að virkja 42.7 gagnvart Bandaríkjunum, þú veist, í hvaða röð gerur þessa hérna hluti og þú veist, inn í svona, ég meina þetta auðvitað allt fólk sem að ýmist að vinna inn í þessum kerfum eða í hugveitum eða háskólum eða þú veist, fyrrverandi stjórnmálamenn eða inn í ráðuneytum og svo framvegis og eru öll, þú veist, á því að það skiptir máli hvernig Evrópa geti höndlað svona aðstæður standarþrýsting og vera með nægilega skýra verkferðla einhvern veginn, þú veist, þannig að þau bara týnir sér ekki í mismunandi tólum og verkfærum og hver að gera hvað og eitthvað og svo bara líður tíminn og þetta þannig að þú veist, það líka alveg áhugavert með við sem hugsa umræðina hérna heima að þú veist, örugglega vikulega ef maður í samskiptum við fólk sem að með eitthvað svona beina tengingar inn í Evrópusambandi og þú veist, þetta fólk ekkit síður einhvern veginn gaggrínið á, þú veist, Evrópusambandi sem slíkt, það að segja þú veist, það að hreyfa sig nú hratt, þú veist, er það að taka ákvarðanir nægilega hratt, við, þú veist, en munurinn kannski að það þessi svona skilningur á því að það þarf bara að gera það, þú veist, það verður að finna út úr því, skilurðu, það mun reyna á Evrópu og það mun reyna á Evrópusambandið, þannig að svona æfingar þá líka til þess að vera þá, svolítið sem við vorum að ræða vörðu í fyrri þætti, þú veist, stuðningur við og geta verið með eitthvað framlag inn í, þú veist, heyrðu, hérna, þegar að 45 ólíkir einstaklingar með einhverja sérþekkingu og reynslu og eitthvað sem kemur að gagni, þú veist, sest niður, þá kemur ljós að, þú veist, A, B, C, D og þá það einhvern veginn því komið, þú veist, áfram og ég meina það, þú veist, fólk getur haft ólíka skoðanir því hvar við heima og hvað mun virka og hvað ekki og svona, en þú veist, þú heyrir auðvitað alltaf fleiri og fleiri raddir sem hafa bara raunverulegar áhyggjur af því hvernig Bandaríkin myndu bregðast við, þú veist, hvar ætla þau að staðsetja sig ef á reynir, ég meina með hverjum eru þau í liði eftir mismunandi ykkurum sviðsmyndum og hagsmunum og svona og hérna, en maður fann alveg líka, þú veist, það í svona auðvitað voru þarna fjallum sko raunverulega krísu, þú veist, það voru ekki bókstafleg átök á milli Bandaríkjamanna og konungsveldisins Danmerkur, en það voru samt átök í öðrum skilningi þú veist, þannig að það alveg ákveðið stig frá því stöðunni sem við erum í núna og fram að einhverju slíku, en þú veist, þegar að spennan eykst og vandinn verður meiri og krísan verður raunveruleg, að þá bara annars vegar hið mannlega að þú passar upp á þig og þína og það líka bara frumskylda hvers ríkis að tryggja öryggi borgara sinna út frá einhverjum skuldbindingum og skuldbindingar, þú veist, innan Evrópusambandsins eru meiri heldur en þeir úr EES-ríki og ég hugsaði alveg þegar ég sat þarna, þú veist, það rosalega, ég veit ekki hvernig það myndi hafa raunverulega áhrif, hvernig mismunandi sviðsmyndi geti haft raunverulega áhrif á Ísland, en það verður augljóslega frekar auðvelt að bara svolítið gleyma okkur, þú veist, í einhverjum svona aðstæðum. Ég meina EES-samningurinn, þú veist, EES-samningurinn hann nær utan ákveðna þætti og við viljum ekki ná utan aðra þætti, þannig að þeir að fara að reyna á þætti sem að heyra ekki undir hann, nú þá heyrir það ekki undir hann sko, þú veist, og þegar allt gengur vel að þá hægt að teygja sig og það hægt að, þú veist, spila alls konar einhverja pólitík og eitthvað, en þegar á reynir, þú veist, þá kannski líklega að það mun ekkit endilega duga sko, þú veist, það bara þú veist, þannig það bara sko. En sko nú Grænland með varnarsamning við Bandaríkin eins og við, hann eiginlega bara alveg samhljóða og við höfum rætt áður í þessum þætti, Danmörk í NATO, þú sem utanríkisráðherra Danmörkur, hérna tókstu málið upp á vettvangi NATO, þú veist, hérna var það praktísk leið? Já, það var sko sem væri þá væntanlega okkar leið ef við værum í einhverju sambærilegri stöðu? Já, snemma í atburðarásinni þá köllum við eftir fundi
á vettvangi NATO til þess að ræða þetta og þar og ég meina, þetta er auðvitað hlutverkaleikur þannig að þar var fulltrúin sem var að leika fasta fulltrúa Bandaríkjanna, ég er ekki að segja að það væri þannig í alvörunni en þú veist, það var þannig í þessum leik og allir áttu að gera það sem þeir teldu að viðkomandi, þú veist, það hlutverk sem voru að leika myndi gera þar sagði viðkomandi, heyrðu, þetta er ekki til umræði hér vegna þess að þetta er tvíhliða mála milli Bandaríkjanna og Danmerkur þannig að við mótmælum því að þetta sé á dagskrá og þá í rauninni fór þannig að fasta fulltrúi Bandaríkjanna hótar því bara vikja af fundi ef að þetta yrði raunverulega rætt Já. og þá ertu komin í svona samspila því að þá er NATO lamað að þessu leitinu til og þá samhliða varstu með þessa atburðarás varðandi Pólland og þá var rætt í okkar teymi, þú veist, eigum við að berjast fyrir okkar sem að hefur þá mjög neikvæðar afleiðingar fyrir NATO og gæti þá þar að leiðandi haft neikvæðar afleiðingar fyrir Pólland vegna þess að í þessa atburðarás stóðu Bandaríkin einhuga á bakvið Pólland og svo herðu, þú veist, við erum með okkar bandamanni hér, það þarf að finna út úr því hver var það sem að réðist á LNG framleiðsluna og við erum hérna til þess að aðstoða þannig að þá var eiginlega niðurstaðan að við svona bökkuðum og ég veit ekkert hvort það myndi gerast í alvörinu ekki en það var okkar ákvörðun að við bökkuðum til þess að kaupa tíma fyrir Pólland sem að þó höfðu áfram Bandaríkin með sér í liði í því sem þau voru að eiga við af því það var mjög stórt og alvarlegt og allt það og fundum aðra leiðir til þess að einhvern veginn bera okkur þú veist, gagvart öðrum bandamönnum og svo framvegis þannig að NATO er lamað í þessum leik bara, hvað var það Grænland, já að því að hann er splitta að því að NATO er svolítið klofið vegna þess að það þarf á stöðningi halda í raun við bara landamærina Rússlandi við segjum það bara þannig vegna það nú eru bara fleiri neitt hlutir að gerast og hvert leituðu þá? Þú veist, hvar voru verkfæri í eða bjugguðu til ný verkfæri eða hvað vettfangur var nýttur? Þá var notað sagt, bæði framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, utanríkis ráðherraráði FAC innan ESB og síðan var leitað í þessi bazooka, þú veist, efnaðsleg viðbrögð og við í rauninni þessi æfing var, þú veist, hún stóð yfir í 6 klukkutíma þannig að og henni lauk klukkan 5 þannig að þá var ekki alveg útséð, þú veist, ef hún hefði verið til 7 þá hefði einhvern veginn atburðarásin halda áfram skilurðu, þannig að en það sem við gerðum var að ég sem fulltrúi Danmerkur lagði til að þessi bazooka yrði notuð og þá var það sett til framkvæmdastjórninni að finna leiðir þannig að þetta myndi nú ekki vera sásökafyllra fyrir efnahag Evrópusambandsríkja heldur en raunverulega fyrir Bandaríkina því þetta var hugsað, svolítið eins og þegar umræðan var í janúar og það sem að margir telja, þar á meðal ég að það sem hafi á endanum haft áhrif var þegar að þetta svona, þegar peningarnir í Bandaríkjunum fóru að hafa áhyggjur af afleiðingunum af því ef að, þú veist, sparnaður frá Skandinavíu eða annað myndi einhvern veginn draga svo, skilur það voru slíkir hagsmunir og myndirðu nota þá þú veist, og hvernig útfærur þá hvað hefur mikið tíma til þess að útfæra það í hvaða skrefum gerur það, eru allir með þú veist, og þá þurfti ég að bera undir þú veist, eru við sammála það og það voru þetta ekki, í leiknum voru ekki fulltrúar allra bandalags ríkja þú veist, heldur voru þetta voru bara 45 þannig og allir í mismunandi hlutverkum þannig að það var eitt og síðan byggðum við upp þetta svona bandalag vilju sem fyrst var leitt að Danmörk sjálfu og önnur ríki kom með og síðan tóku yfir raunni Bretland, Þýskaland og Frakkland þannig að þá var það nýtt verkfæri og svo notuðum við önnur verkfæri og svo notuðum við NATO þar sem það gekk en það voru ákveðnir hlutir þar sem það gekk ekki og meira sér í lokin á leiknum þá var komið nýtt tíst frá Bandaríkjaforseta þar sem að hann fór að tala Ísland ég var ekki að smíða leik sko þú veist það eru bara sérfræðingar sem að vinna við það að smíða svona leiki og þar var komið tíst frá honum þar sem að hann er að tala þú veist, Ísland og hvað við borgum og við erum ekki með her og eitthvað og hann ætlaði að senda varaforsta sinn hérna til landsins til að finna út úr þessu máli en svo tóku við ekki sérstaklega á því að klukkan sló 5 sem er alltaf mjög ólíkt því sem gerist í raunheimum en þannig var þessi borðæðing en þetta var mjög áhugavert og hvernig finnst þér sko þú veist að hafa farið í gegnum þessa æfingu
og mátana síðan við raunveruleikan bara í janúar síðastliðnum og hvernig sko Danir, af því að það var þitt hlutverk þarna í þessari borðæfingu hvernig finnst þér Danir hafa höndlað þetta? Mér finnst Danir hafa höndlað þetta heilt yfir alveg ótrúlega vel sko. Já. Alveg ótrúlega vel þú veist ég meina Mette Frederiksen mér fannst hún sko nú ég bara að segja sem að, svona mínu upplifun, ég ekki að segja sem sannleik mér fannst einhvern veginn svolítið ég upplifa þannig að fyrstum sinn hafa hún verið raunverulega slegin yfir, þú veist, alvarleika málsins, alvarleika stöðunar en hún virkaði svona mjög yfirveguð og vanda sig, þú veist, hvenar hún stígi fram og það var alveg oft sem að einhverju aðri hennar stöðu hefur kannski sjálfur stígi fram og verið með eitthvað stóra yfirlýsingar sem að hún gerði ekki, heldur lét aðra það annars vegar þá auðvitað ekki sáþurra eða þú veist, og þar fram til göttunum og síðan, ég meina hún fóru auðvitað bara og talaði við önnur Evrópusambandslönd og þú veist, vini og bandamenn og byggðu upp slíkan svona þetta unity eða þessum svona sammenningu einhvern veginn og stuðning, þú veist, gagnvart málstað og það fannst mér ótrúlega vel gert, en síðan var hún líka alveg með yfirlýsingar sem voru stórar, ég meina, þú veist, hún sagði, heyrðu, ef þetta gerist, þá er NATO búið, þú veist, það ekki, ég meina, það er mjög stór yfirlýsing frá forsætisráðherra Danmerkur, en þú veist, heilt yfir finnst mér þau hafa gert þetta mjög vel, það getur vel verið að, þú veist, það sé bara mín upplifun, það getur vel verið að okkur á Norðurlöndunum finnist það frekar heldur en einhverjum, skilur í Frakklandi eða einhvers staðar annars staðar, sko, þú veist, ég ætla ekki að segja til það. Nei, ég tók einmitt eftir þessu haft orð á því sko að Trump kemur með þessar í raun rosalegu yfirlýsingar varðandi Grænland og það fyrsta sem að Mette sem forsætisráðherra gerir að fara til Parísar, fara til Berlínar fara til Bretlands reyndar líka og hérna og þeir sé ekki lengur í Evrópusambandinu Nei, en þá eru þeir ennþá leiðandi í þessu E3 þú veist, það er konsept sko, þetta E3 og svona þó að það sé ekki staðfest að frétti þá var það látið leka eða þú veist í þessum hérna, að afstaða Þjóðverja væri til dæmis alveg skýr að þeir finnist komandi grein að beita ítrustu meðlum sko, sem að tengi við það sem að þú varst að segja áðan varandi bara fjármálamarkaðin og svona sko eignir Evrópu ef við tölum Evrópu sem bara þú veist öll fyrirtæki og svo framvegis og sjóðir bæði eftirlaunasjóður en líka norski olíusjóður en náttúrulega bara gríðarlegur í Bandaríkjunum og í hlutabréfum til dæmis og hérna þannig að er ekki eins og Evrópa hafi ekki vogarafl ef að Evrópa vill beita því en þá færa þetta bara allt á hliðina líka bara í hagkerfinu þannig að þetta er allt rosalega Þetta er ótrúlega tvíeggjarsverð alltaf og það sem er líka áhugavert er sko einmitt það að hún hafi farið til leiðandi ríkja í Evrópu og átt samtal við þau fyrst af því það sem var alveg gegnum gangandi í þessu og ég meni í teiminu var auðvitað fólk sem að þú veist þekkir betur en ég inn í danska stjórnkerfið og pólitíkina þar og svona að þú veist þessi nálgun sem að stundum stærri ríki Evrópu er ekkit alltaf alveg sammála en við tengjum auðvitað mikið við bara verandi algjörð smáríki samanburði við Danmörku að sko það er alltaf þú veist í staðan fyrir að einhvern veginn vera með eitthvað orðalag sem hægt er að lesa í eitthvað hótun eða vera einhvern veginn með eitthvað stigmögnun eða eitthvað að þá þú veist þú segir það sem segja þarf en þú reynir að draga úr stigmögnun í öllu sem þú gerir. Þú veist, í hverju skrefi reynirðu að róa en ekki einhvern veginn að, þú veist, íkja eða svona espa. Þú reynir að róa og í staðan fyrir að, þú veist, það er svo oft þú getur sagt hluti en það skiptir svo miklu máli hvernig þú segir það. Og það var alveg áhugavert að í mínu teymi, þú veist, þar voru líka fulltrúar frá löndum innan Evrópu sem eru talsveit langt frá Danmörku. Og þú veist, það var til dæmis einu sinni kom eitthvað svona tillaga að tísti og þá meira sagt ég sagt, heyrðu, Mette Frederiksen myndi aldrei segja þetta þú veist, það er talað konungsveldið Danmörk, þú veist, þetta er ekki það að Danmörk einhvern veginn standi með Grænlandi, skilur, það var svona alls konar svona, það sem þú þarft svolítið að hafa svona í fingrunum, þú veist, sem að hérna, þegar þú ert með mörg ríki þá er það bara mjög mismunandi og fólk með mismikla innsýn inn í þú veist, við erum kannski með meira einsinn inn í eitthvað sem gerist á Norrlöndum og miklu minni sem gerist, þú veist, lengra frá og meðan að þar er fólk sem að þekki miklu betur hvernig pulsugerðin myndir umverulega virka, sko, á móti, þú veist, því sem við höfum endilega, hérna, skilninga á eða svona tilfinningu fyrir. Og það, þannig að, þú veist, við gátum verið að
við vorum í rauninu ræða stundum sko 2 útgáfur að því að segja það sama en algjörlega ólík skilaboð samt eftir því hvernig þú segir það. Þú veist, það sem við myndum alltaf vilja halda í bara, við viljum vinna náið með okkar helstu bandamönnum, þú veist, við stöndum með alþjóðlega viðurkenndu landamærum, þú veist, við stöndum með stoppsáttmála Atlantshafsbandalagsins, þú veist, við viljum samtal til þess að finna leiðir, til þess að allir geti vel við unnað, eitthvað svona, því það er bara leiðin sem smá ríki geta farið, sko, þegar þú ert ekki með vikt til þess að, þú veist, gera eitthvað miklu meira, að þá hagar þau líka í samræmi við það, en á meðan ertu þá líka að afla stuðnings frá einhverjum stærri og sterkari vinniðinum til þess að reyna að valda stöðinu, sko. Ég velti því fyrir mér á sínu tíma hvort að í raun það að Trump byrjaði alltaf, veist, hann hótaði fyrst tollum og þá komu hinn og sögðu, veist, þá bara ferðu tolla tilbaka. Þannig að það er raun svo atburður spilaðist ekki þannig að Evrópa þyrfti að svara því hvort að Evrópa ætlaði einhvern veginn að hafa í hótunum eða einhvern veginn stíga eitthvað skref fyrst því að Trump var alltaf búinn að láta í eitthvað skína sem að þá þurfti að bregðast við. Sko. Já, mér finnst það skynsamlegra heldur en að þú ert ekki einhvern veginn að epagogga fyrrabræði, sko. Þú ert bara, þú veist, stendur bara þínu og ekki bara þínu einhvern veginn út frá einhverju stemmingu eða tilfinningu, heldur bara út frá orðan og hljóðan og skuldbindingum og lögum og reglum og bara einhverju ordnung, sko, sem að, þú veist, þú vilt halda í eins lengi og mögulegt er. Já. Nei, nákvæmlega og en þarna ertu sem að utanríkisráðherra Danmörkur til klukkan 5. Já. En 5:05 kemur yfirlýsing Trump Ísland og þá ertu skyndilega orðin utanríkisráðherra í nýju borðæfingunni sem við gerum hér Íslands og nú er nýbúin að fara í gegnum það að NATO er lamað. Þú veist, hefur þú farið í gegnum það bara í huganum, þú veist, hvað tæki höfum við verandi ekki í Evrópusambandinu til þess að standast svona gríðarlegan þrýsting eins og grænasmáli í janúar síðastliðin og sannarlega þessi borðæfing hafði í för með sér. Nei, það er nú eiginlega bara alveg góð spurning. Ég held að sko eins mikið og mögulegt er myndum maður í raun spila það mjög keimlíkt því sem að Danir gerðu og þú veist við sem teimi gerðum á þessari æfingu og ég held að við ef á reyndi myndum við líka gera það þótt við værum ekki í ESB þú veist, við myndum gera það en það er ekki Vilja ESB að láta eins og við værum þar inni ég meina ég held það sem bara, þú veist, sem Evrópuland sem þú veist, líkt þengjandi við erum með EES-samning, við erum með innri markað, við erum með öll þessi, þú veist, gildi, við höfum, þú veist, sýnt pólitíska samstöð með einhvern veginn öllu því helsta, þú veist, gagnvart Úkraínu, þvingunum, svo framvegis. Ég er ekki að segja útkoman eru svo sama, en ég held að maður myndi gera það, síðan auðvitað eru aðstæður, ég meina, þú veist, við erum auðvitað raunverulega bæði fullvalda og sjálfstætt ríki. Já. Við erum staðsett annars staðar, við skilur allt það, maður myndi auðvitað bara leita í öll strategísku tólin einhvern veginn, þú veist, í því en þú veist, það er alveg ljóst að þú veist, við myndum alltaf þurfa raunverulegan stuðning frá helstu vinum og bandamönnum og ekki það, ég er ekki að spá því að svona atburðarás færa stað en hún var hluti af þessum leik sem að engin Íslendingur kom nálægt að smíða, sko, en að það var nú ekki bara einhvern veginn að því bara rababara, sko, þú veist, það var þeirra mat að það væri einhverjar líkur á því og ég meina, ég er ekki ráð fyrir að það verður þannig en við vitum líka að þú veist, þessu Grænlandsmáli er náttúrulega ekki lokið, ég meina og það var hluti af þessu, ég meina þetta í janúar 2027, það var bara komin þreyta Bandaríkjamein úr þessum af þessari vinnu í þessum vinnuhópið þarna sem á að finna eitthvað útrúsu og reyna að semja á eitthvað sem er það sem þessu hópur er að gera í dag, skilur og það er þú veist, það er ekki komin eitt út úr því, auðvitað bara vonum við sem að, þú veist, hér sitjum og í hlaðvarpsþætti að bara það verði einhver lending í því og það verði hægt að finna
einhverja leiðir og lausnir sem allir geta við unað, þú veist, Danmörk, Grænland, Bandaríkin og sé innan einhverja svona grundvallar regluna sem að við höfum sett okkur. Þú veist, ég vona það en ég bara get ekkert sagt til það hvort að það meiri líkur eða minni eða hvað sko, ég bara átta mig ekki á því. En það sem við vitum samt að málun ekki lokið. Menna, það ekki farið, þú veist, það ekki búið. Nei, Trump birti bara reglulega svona Halló Grænland myndir af sér, þar sem hann kíkir yfir fjallstopp á bæ sem lítur út eins og núk. Já. Og þannig að ég meina það alveg rétt sko ef maður sko horfir aðeins bara á hvernig Evrópuumræðan hér, hún fjallar mjög mikið vexti, ég skil það bara mjög vel, það auðvitað eitthvað sem brennur á fólki við hvernig einasta gjalddaga munurinn á vöxtum hér og innan ESB þar sem evra en þú veist, margra hluta vegna hefði ég búist við að þetta væri meira rætt, þetta kannski bara dálítið of yfirþyrmandi umræða. Já, að því að maður þarf einmitt að fara í sína prívat borðavingu og gera ráð fyrir því að hlutir sem eru mjög ólíklegir að gerast en geta haft mjög miklar afleiðingar gerist til þess að einhvern veginn máta sig inn í hver staða Íslands mér finnst mjög mikið tilhneiging til þess að eins og við hefum nefnt áður í þessum þætti að láta eins og heimurinn hafi ekkert breyst og mjög mikið tilhneiging til þess að láta eða gera lítið úr hvaða svona beinu og óbeinu öryggistryggingar ég vil þó að Evrópusambandið sé sannarlega ekki með her og muni ekki setja upp her, þá það einhvern veginn aðal umræðan en það snýst náttúrulega ekki það sko. Nei, þetta snýst bara að vera við borðið alla daga og hafa þannig í raun áhrif á niðurstöður í mjög mörgum málum þannig að það mynda svona eitthvað gagnkvæmni og gagnkvæmir hagsmunir en líka bara prinsipmáli fyrir Evrópusambandið hvort að svona mál varði aðildaríki eða nátengt ríki utan sambandsins augljóslega bara mjög mikið. Evrópusambandið getur aldrei liðið það að það sé einhvern veginn valtað yfir eitt aðildaríki eða ég bara sé ekki fyrir mér hvernig það myndi framkvæmda algjöra krísu innan Evrópusambandsins en hvort að menn gætu einhvern veginn fórnað minni hagsmunum fyrir meiri þegar ræða eitthvað ríki svona sem með ríkar samningsskuldbindingar en samt ekki innan það bara allt önnur spurning sko. Það það. Og ég tala nú ekki eins og í þessum borðuleik ef það eru margir hlutir að gerast á sama tíma sem alltaf. En ef eitthvað mjög alvarlegt gerist og ég meina og þetta í raun sko það sem við vorum þarna fjallum þú veist þetta var ekki, við vorum ekki með borðaðingu sem að gekk út á allsherjar innrás einhvers annars ríkis inn í Evrópusambandsland. Þú veist þetta var í rauninni bara stigmögnun á fjölþáttaógnum sem við sjáum þú veist vikulega í hinum og þessum Evrópulöndum. Þetta var bara meira og svo bara fleiri samhliða. Þú veist og þannig að ef við rötum einhvern veginn inn í slíkar aðstæður þá verður það ekki eitthvað eitt svona einstakt atvik sem að við þurfum síðan að finna út úr. Ef við finnum okkur á þeim stað að það er búið að stigmagna einhverja fjölþáttaógnir yfir í eitthvað sem alvarlegra og við erum fann að ræða þú veist, er þetta 50 greinar tilfelli eða ekki eða þú veist hvernig á Evrópusambandið bregðast við, hvernig eigum við að búið til bandalag viljur að þjóða, í hverju felst það, hvaða lönd eru með, er þetta þú veist varnarviðbúnaður, er þetta efnahagsleg ákvarðanir til þess að svara fyrir sig og svo framvegis. Þú veist þá verður það ekki eitthvað einstakt, það verður ýmislegt sem fylgir með. Það hluti af, ég meina hluti af þessu þú veist, sálfræðihernaður, þetta upplýsingaóreiða, þetta þú veist, þannig að það verður ekki þannig að við verðum svo heppin innan gæsalappa að þetta verður eitthvað eitt tilfelli, eitt atvik og við bara einhvern veginn finnum út í því hvernig best að leysa það. Þú veist, þetta verður alltaf kaotík, það verður alltaf eitthvað meira sem gerist samhliða og þú þarft að einhvern veginn að valda því og tengja þetta saman og svo framvegis og það þú veist, ég meina og eins og varst að lýsa þarna áðan þessi svona ídrustu tæki sem að Evrópusambandið þróaði til þess að geta brugðist við miklum þrýstingi frá Kína, það var allavega sagt á sínum tíma þessi efnahagslega bazooka sem eru svona efnahagslega landvarnir eins og þú hefur
orða það og mér finnst það bara mjög gott orðalag að átta sig á því að sannarlega vill engin stríð en oft eru það sko, þú veist, refsjaðgerðir eða tollar eða annað sem eru þá vopnin sem þú átt í kistunni og þar sem að þegar að ræða, þú veist, Rússland meiri segja að þá er það ekki þannig að þú grípir til slíks án þess að kosti þig eitthvað líka. Já, algjörlega. Ég meina, íslensku sjávarútvegur þekki það nú, varandi Rússland, að þú veist, það var mikilvægt markaðsvæði sem að við lokuðum á og En fyrst voru það alltaf Rússar sem settu þvingannar á okkur, sko. Já, og en þegar ræða Bandaríkin og beita einhverju svona basúku eins og talaðum að þá er það náttúrulega risastórt mál sem kemur með alveg gríðarlegum kostnaði líka fyrir Evrópu og ekki notanum í einhverjum algjörum prinsipmálum sem að þetta getur samt verið en hversu líklegt er það að Evrópusambandi noti þetta með gríðarlegum kostnaði fyrir sig fyrir málstað einhver sem ekki hlutaði? Það mjög góð spurning. Já, ég held að bara kalt mat sé að þeir ekki einu sinni rætt. Nei. Þú veist, ég bara ég bara lýsi eftir einhverjum sem að sko tefli fram góðum rökstuðningi fyrir þeirri skoðun að Evrópusambandið myndi standa með einhverjum utan Evrópusambandis eins og Evrópusambandið stóð með Dönum og þeim ríkjum sem urðu fyrir hótunum tolla þá. Það er kannski freka spurning, þú veist, ég meina eftir því hvernig máli myndum fram, sko, ef við myndum finna okkur í ykkur svona aðstöðu, sko, og það snýr ekki okkur, heldur ykkur öðrum og segjum að Evrópusambandið myndi taka ykkur ákvörðun og bjóða ES-ríkjum að vera með í þeim þú veist, ef við værum með í þeim nú þá ertu allavega að leggja inn þú veist, það er þá eitthvað framlag, þú ert að sína pólitíska samstöð, þú ert að taka á þig líka eitthvað sásöka í þá eitthvað sem er stærra og borga eitthvað á tryggingu og vona að það dugi, eitthvað svona. Við gerum það varandi Úkraínu og Færeyingar ekki. Já, og þá er spurning, þú veist, ég bara spyr þá líka, ég meina, væri stemming fyrir því að gera það hér? Hvernig myndum við bregðast við því? Þú veist, myndum við gera það bara með glöðu, ég meina, myndum við gera það bara staðföst af því að það væri það sem er rétt að gera, ekki bara því það er rétt, heldur líka því það er rétt fyrir okkar hagsmuni, eða er þið mögulega meira sér, þú veist, rifist það hvort við ættum yfir höfuð að gera það, hvort þetta kemur okkur við, hvort við ættum ekki bara, þú veist, og ef við myndum ákveða að vera utan við það, nú þá er augljóst hvert svarið er þið á reyndi gagnvart okkur, ef við myndum vera með í því og værum búin að leggja eitthvað inn, þá værum við svolítið búin að svona flétta okkur saman, þú veist, fyrir það sem síðan gæti gerst í framhaldinu. Þannig að þú veist, það má alveg spyrja því, en mér finnst bara, sko, þú veist, þegar hlutinni ganga vel, þá er auðveldara að horfa til allra og einhvern veginn taka alla með og finna einhverjar leiðir og þú veist, eitthvað svona. Því meiri krísa sem, þú veist, lönd finna sig í, eða bandalög, því þrengra að horfa þau, þú veist, inn á við. Og það er bara, þú veist, sela ví, sko. Það er bara svolítið þannig sem einhvern veginn mannheimar virka og ofan á það ertu síðan á endanum bara með þessa frumskyldu stjórnvalda í hverju landi að þú veist, tryggja öryggi, þú veist, sinna borgara, sko. Þannig að það er allavega, og aftur, ég meina það er svo mikið á milli stöðunar eins og hún er núna og þessara æfingar og þessara atburðarása sem var lýst í þeirri æfingu, sko. Þú veist, það er ýmislegt sem getur reynt á fram að því. Já, algjörlega. Og það er kannski það sem við höfum svolítið verið að reyna að bera hérna á borð, þú veist, við erum ekki að tala hvernig myndi Ísland bregðast við, hverju verið með einhverju liði ef að það væri að koma hérna einhverju svamlandi skriðdrekar, þú veist, upp Faxaflóahöfn, sko. Þú veist, það er ekki sviðsmynd sem við erum að tala heldur þetta gráa svæði, þú veist, fjölþáttaógnir, rofa á einhverjum aðfangakeðjum, þú veist, og svo framvegis, þar sem að við munum þurfa, þú veist, við myndum þurfa samstarf, stuðning, sameiginlega, þú veist, eitthvað svona meiri þyngd, meiri vogarafl og bandalagið í einhverju formi, sko. Já. Og út frá, þú veist, hörðum varnarmálum, þá er það Atlantshafsbandalagið sem er það bandalag
en þangað til þú ferð upp að þessari 5. grein þá er bara svo margt sem getur gerst og fara úrskeið sem að hefur ekki með virkjun 5. greinar að gera hvernig sem síðan, þú veist, það myndir raungerast ef að á reyndi, skilur á næstu missurum varandi 5. greina, en þú veist, undir þar er bara svo mikið, það sem við myndum bara þurfa þú veist, það sem við myndum ekki geta leyst einn, sko. Þú veist, það er ekki þannig að þú sért, sko það er ekki bein lína á milli þess því meira sem að ég ætla að standa á eigin fótum og gera allt eitt því sjálfstæðar er ég. Þess, mér finnst þetta pínu vera svona svona einhver svona rót af samtalinu. Gömul og rótgróin hugsun. Já. Þetta er gömul og rótgróin hugsun en það er samt líka áhugavert að á meðan að þetta er í orði þar sem við segjum, hvernig höfum við samt sko höndla það að vera fullvalda á sjálfstæð? Ég meina við, þú veist, fyrir ríki sem að á pappír ætlar að vera algjörlega fullvalda á sjálfstætt, þá á pappír þýðir það að það geti varið sér sjálft. Við höfum aldrei getað það. Þannig að við, þú veist, erum stofnaðalar Atlantsbandalaginu og gerum tvíhliða varnarsamningu Bandaríkin. En við gátum ekki gert það, við gátum með því að vera í bandalagi með öðrum. Þú veist, við erum efnahagslega sterk. En eins og við höfum rifjað upp, sko, að þá vorum við þar í raun að fara aðra leið heldur en allir töluðu 1944 ég veit, þegar lýðveldið er stofnað og það var aftur rótað þessum mikla ágreiningi þetta og hann var kannski bara svo mikill að fólk svona einhvern veginn hætti að tala þetta af því að það var bara svo erfitt að tala þetta þannig að við höfum aldrei einhvern veginn gert þetta upp við okkur að samanber umræðin okkar að okkur í orðræðinu er oft talað með eins og við séum hlutlaus og það lifir enn og það lifir enn en leið og ég syrgi það að þessi æfing var ekki allavega 2 tímur lengri til þess að bara það er náttúrulega svakalegt að henda þarna nafni Íslands í hattinn bara og segja sér en nú höfum ekki tíma til að fjalla það þá færi það mann til að hugsa bara alls konar og mjög skemmtilegt að fá innsýn í þetta en mér finnst svolítið áhugavert og við boðum það í síðasta þætti að þú varst bara hárrétt að draga fram að fjölþáttaógnirnar bara mjög margt sem er í gangi er eitthvað sem að þarf að glíma við og NATO er bara mjög ólíklegt nema þetta verða á einhverjum risa skala til þess að grípa inn í góðan dag að koma inn í það og grundveldi 5. greinar allavega þó að sé ýmislegt samstarf í gangi og það er þessar fjölþáttaógnir og þannig að ég haldi áfram að lyfta einhverju sem að varða hugvita varnar og öryggismál hefur verið að gera að þá kom í febrúar þessi pappír sem heitir Gráasvæðið, rússnesk skemmdarverk innviður á Ísland og þar er svolítið verið að bara aðeins draga saman með hliðsjón af bara upplýsingum frá Evrópu að 2x hugvitan sem við hefum líka áður nefnt að hún dregur fram að skemmdarverk af hálfu Rússa fjölgaði 246% milli árana 2023 og 2024 og þetta sjáum við sem svona einstálka fréttir einhvern veginn á Íslandi að það hafi verslunarmiðstöð verið brendi grunna svona Oppa Bob, sprenging í Vilnius Oppa Bob, sprenging í verslunarmiðstöð í Pólandi og það er búið að og lestatinnar og alls konar og svo koma þessi dæmi sem að manni finnst nú höggvansinnar okkur eins og drónarnir við Kastrup og í Noregi að hér var varða að taka þetta svolítið saman og setja þetta í Íslands samhengi kalla eftir sum af því sem við sögðum í varnarstefnunni eins og heilstæða öryggislöggjöf og fjárfestingar í innviðum og aukna samhæfingu og samstarf og þessa sívöktun sem við vorum líka að kalla eftir og svo kemur 11. júní síðastliðin þessi drónaskýrsla og mér finnst eins og við nefndum í síðasta þetta hún vera eitthvað sem er að vekja okkur svolítið og nákvæmlega eins og við hefum sagt seint og snemma að við erum ekki fjarri heimsins vígaslóð
við erum doldið búin að læra þetta varðandi netárásir og hérna, þú kannt auðvitað þá sögu betur en ég þegar við stofnum Certis og förum að gera, að því að þetta er svo skýrt dæmi eitthvað þar sem að margir að gera stóra og mikilvæga hluti en við þurfum að sinna okkar svona heimavinnu og heimavörnum sjálf. Já, algjörlega. Og við höfum náttúrulega, ég meina, undanfarin ár, við höfum alveg lyft grettistaki í þessu og það enginn sem að sinnir þessu fyrir okkur. Og við höfum gert mjög góða hluti hérna heima og margt af því bara, þú veist, gerum við hér á Íslandi, en til þess að ná raunverulegum árangri í þessu, þá kallar það náttúrulega á samstarf við önnur lönd og það þannig sem við höfum líka náð raunverulegum árangri, það með því að vera í samstarfi við önnur lönd þegar kemur að þessum netöryggismálum og aftur það líka dæmi sko, þú veist, við erum bæði búin að setja aðgerðaáætlun, við erum búin að vera með meiri fókus á þetta, við erum búin að setja meiri fjármenn í þetta, við erum búin að stilla saman betur stjórnkerfið, það var síðan, við færðum síðan Certis yfir á varnarmálaskrifstofuna í utanríkisráðuneytinu sem svona eins og fyrirkomulega svona gengur og gerist annars staðar í nágranna löndum okkar, en þetta kallar náttúrulega líka á mjög mikið samstarf við aðila út í samfélaginu. Því að það þetta, ímyndaðir, þú veist, fjármálakerfið til að mynda bara, þú veist, til dæmis, þetta síðan sko sjálft með sko eigin varnir og að, þú veist, fara í hérna fjárfestingar og verja sig sérstaklega, þú veist, Seðlabankinn með ákveðna hluti á sinni könnu og og netárásir, þú veist, þetta eitthvað sem getur haft áhrif á bara, við nefndum Landspítalann, þú veist, hérna síðast. Meiri sá orkuinnviðina, því að bæði, þú veist, þegar við tölum orkumálin, þá erum við bæði að tala sko, hvernig erum við að verja bara okkar helstu innviði, sko bókstaflega, en síðan líka með, þú veist, með netöryggi og netárásum, þá getur við líka lama þessa innviði, ekki með því að, þú veist, sprengja einhverja vatnsaflsvirkjun, heldur bara með því að lama tölvukerfi í kringu það, sko. Því að samfélagið náttúrulega allt keyrt á, þú veist, innviðum netsins með einum öðrum hætti, sko. Já. Langmest. Já, það meiri sér hluta af umræðunni hérna, að sum svona handstýrðu kerfin séu mikilvægar varleiðir þegar hérna, annað bregst í þessu, þannig að hérna, það sko, mjög margt í þessu en þessi drónaskýrsla sem var að koma, að hún sem dregur fram að það sé tilþekking og viðbragð innanlands, fyrst og fremst kannski á lögreglunni eða sérsveit ríkislögreglustjóra en sko það vantar samt upp á og það vantar svona ákveðna samhæfingu og það vantar sívöktun en það sem var bara áhugavert við að lesa, þetta líka bara svona bara aðeins upprifjun að þú veist það í tengslum við þessa stóra atburði sem voru við Kastrup, þar sem að sko Kastrup lokast í 4 klukkutíma og styttri lokun í Noregi að þá mynd á að það var óvarlegt drónaflug nálægt Keflavíkurflugvelli sem að hérna, það hringdi bjöllum og þetta var tekið fyrir í þjóðaröryggisráði en sko það sem segir hérna kannski svona sakleysislega sko landfræðileg einangrun Íslands fáar varaleiðir og það hver landi reiðir sig á takmarkaðan fjölda lykilinnviða á borð við flugvelli, hafnir, orkuvirki og sæstrengi þýðir að minni háttar truflanir af völdum dróna getur valdið umtalsverðri röskun og alvarlegum þjóðhagslegum afleiðingum og já, ég held að ekki nákvæmlega, þetta líka lykilatriði sko, þetta snýst ekki bara sko skemmdarverk eða hvað gerist, heldur hættan á því eða óvissan hvað þetta hvaðan þetta kemur, hvað þetta getur því, það eitt og sér og það er auðvitað megin markmið með þessu, ég meina megin markmið með þessum fjölþáttaógnum sálfræðirnar, það til þess að hræða fólk, skapa kaotík, skapa hræðslu, skapa pirring og síðan svona einhvern veginn að slíta í sundur svona þetta traust innan samfélagi eða stuðning með, þú veist, við ákveðna aðgerðir á alþjóðavettvangi eins og stuðningu Úkraínu sem á sérstaklega við kannski í Pólandi og Eystrasaltsríkjunum en kannski síður hér en hérna en það er líka mikilvægt að hafa það í huga sko. Já og hérna ef við bara aðeins rifjum upp þetta Kastrup tilvik að þá þetta svona 2 drónar sem að gera ekki grein fyrir sér sem að voru þarna og það er svo ég veit ekki verið gefið upp einhvern veginn hvort að
það liggi fyrir staðfesting á því hvað þeir komu en þeim var þannig beitt að það var talið óforsvaranlegt annað en að loka flugvellinum. Mjög margar flugvélar fóru ekki að loft, það var 100 flugferðin sem var aflýst og 51 flugvél var beint annað. Já. Og maður getur bara ímynda sér ef þetta myndi eiga sér stað á svona viðkomasta svona annað tíma í okkur, þá í svona síðdegisbankanum sem kemur inn fljúandi til Keflavíkur eru 40 vélar. Á Reykjavíkurflugvelli geta hámarki og þá tróðið 24 vélar lent. Það er svona 3 til 5 á Akureyri og Egilsstöðum. Þannig að í þeirri sviðsmynd þarftu bara að vona að nægilega margar vélar hafi nægilega mikið eldsneyti til þess að ná til Glasgow, að það sé ekki gott veður þannig að allar séu skráðar einhvern veginn á Reykjavík og séu með lágmarks eldsneyti sem kostar minna, þannig að þú veist það hvati til að hafa og það er ekkert heildar yfirlit yfir hvar vélarnar eru skráðar með varaflugvöll því að það er bara flugmannsins sjálfs að gera það og flugfélögin hafa einhverjar svona starfsreglur en leið og maður tekur þennan möguleika bara inn í reikningin og horfi til þess að Icelandair og önnur flugfélög eru að stefna því að tvöfalda umferð Keflavíkurflugvöll á næstu 10 árum og þetta var bara staðfest í þingnefndu bara í vetur að þá áttar maður svo því að það þarf að fara í gegnum bara varaflugvallakerfin, það er langt síðan það var sagt að það þyrfti annan varaflugvöll hér á suðvesturhorninu vegna þess bara hvað flug hefur aukist og þoturnar að vera stærra og svo framvegis en við svona einhvern veginn bara annarkvæmt tökum við þetta ekki alveg inn þannig að svona fyrir mér er þetta farið að hljóma svolítið eins og viðvörunarorðum að við þyrftum lántakanda til þrautavara fyrir hrun og svo voru allir rosalega hissa að það var ekki brugðist við fyrr því að við erum mikil flugþjóð, það er beint samband milli hagvaxtar á Íslandi og magn alþjóðaflugs, við kynntumst nú aldeilis í COVID hvaða þýðir þegar ekki flug, ekki ferðaþjónusta og þannig að ég bara hugsaði margt þegar ég las þessa skýrslu og við aftur mælum með því að fólk lesi nýja skýrslu og að við bara aðeins áttum okkur á því að við erum ekki ónæm fyrir ekki frekar en netvörnum að það er bara alls ekkert fjarlægt að einhver geti látið reyna á þó að væri bara svona til að prófa algjörlega bæði erlendríki en líka bara einhver aðrir og það sem er nú rakið í þessari skýrslu og ég hafði bara alls ekkert áttað mig á að það var svo mikið talað í tengslum við þetta hryðjuverkamál sem var nú ekki sakfellt fyrir en er ennþá fyrir dómstólum þá var mest kannski fjallað það var verið að einhver vopn sem var verið að framleiða eða breyta en minna fjallað að þarna voru einhverja ráðagerðir að nota dróna sem er þá sett í þetta samhengi í þessari skýrslu. Já. Erum við ekki bara að ljúka þætti 11? Ég held það. Í sólinni? Já. Og við vonum að þau sem hlusta náttúrulega ekki á þessum góðveristegi af því þáttur fyrir ekki lofti í dag. Það er mjög bara svona læknisráð að vera með flekaskil í eyrunum ef maður er eitthvað út að hreyfa sig og eitthvað svona og að því að þetta snýst nú það er læknisráð að víkka sjóndeildarhringinn og hugsa alþjóðamálin ég ætlaði bara að segja eftir ég er náttúrulega einmitt það er best undir beru lofti það er best undir beru lofti nú er ég búin að bera á yfir 100 fermetra af pallaefni vel gert í þessu góða veðri svo ég klappi sjálfur mér á bakið í hlaðvarpinu og djúprinsa sófa og mottur og allt gert úti. Nú ætla ég að fara að kaupa blóm. Þannig að það sem ég bara segja með þessu er að það er hægt að hafa áhyggjur af hinu ýmsa og hlusta á alls konar hlaðvörp alþjóðamál sem öll eru svona frekar svartsýn og ekki mjög uppörvandi en gera samtímis, þú veist, samhliða bara mjög hlýja almennilega manneskjulega hluti eins og að vera undir beru lofti og hlúa eigin garði og hafa sól í hjarta sín það er bara því ég alveg fæst þetta spurningu þú veist hvort mér bara líði vel skilja því ég sé alltaf ræði eitthvað alveg mál og bara þú veist hvernig hefur það bara ég hef það fínt sko þú veist ég er bara
og ég held að á reynir þá er bara betra, skiptir meira máli þá mun það hjálpa að vera undirbúin þannig að það sem við erum að reyna að predika hér einhvern veginn með einhverjum hætti að við sem samfélag séum að búa okkur undir það að frelsi muni kosta meira en það hefur kostað og þetta okkar ókeypis sálfræðitími já, læknirinn og lögfræðingur með djúprensun í sófum þakkum fyrir okkur já, takk fyrir í dag